Steinbíturinn finnur sér fylgsni í holum og heldur sig þar, en opnar kjaftinn og sýnir tennurnar þegar hann skynjar aðsteðjandi ógn. Lífsbaráttan er hörð í sjónum og hver fisktegund hefur þróað sínar aðferðir til að verjast því að vera étin. Marhnúturinn breytir lit eftir umhverfinu. Sjáðu hvernig hann fellur alveg inn í þetta marglita sjávarlandslag. Hann hefur líka á sér gadda sem ekki eru árennilegir fyrir óvinina. Marhnútur syndir fimlega og getur verið grafkyrr í sjónum eins og hann sé steinrunnin. Hrognkelsinn, grásleppan og rauðmaginn geta líka skipt lit og falið sig innan í þaranum eins og við sjáum hérna. Og þau hafa sokkskál neðan á bolnum sem þau geta sogið sig föst með, til dæmis á þarablöðku. Hér sjáum við rauðmaga sem falla inn í umhverfi sitt. Og hrognkelsinn hafa fleira til að verja sig. Bæði beinplötur undir roðinu sem gera þau hörð undir tönn og óvenjulega lögun sem gerir erfitt fyrir stærri skepnur að gleypa þau. En hreiðrinn þarf að verja og það gerir rauðmaginn af hörku. Hér er eitt af undrum sjávarins. Ýsuseiði sjást oft í felum milli brenniarma marglittunar þar sem engin annar þorir að vera. Þarna er seiðið óhult fyrir óvinum á sínu viðkvæmasta skeiði. Hvers vegna skildi marglittan ekki éta seiðið? Varnartæki ufsans er hins vegar hraðinn og máttur fjöldans. Stór torfa af gljáandi fiskum sem syndir hratt til og frá er æði óárennileg. Hjá sumum fiskum er hafsbotninn skjól og vörn. Að þykjast vera hluti af botninum getur gefist vel. Annað ráð er að róta upp gruggi og hverfa í það eins og tindabykkjan gerir hér. Svo kreppir hún sig stundum í kúlu svo gaddarnir á hryggnum standa út í loftið. Flatfiskar falla líka saman við botnin og mynstrið í roðið þeirra breytist ótrúlega hratt eftir undirlaginu, eins og hjá skarkólanum til dæmis eða rauðsprettunni sem er annað heiti á tegundinni. Eins er gott að geta grafið sig niður í sandinn. Karfinn heldur að ef hann er alveg kyrr taki enginn eftir honum, en hann hefur líka beitta brodda sem fiskvinnslufólk þekkir að ekki er gott að stinga sig á, enda gefa þeir frá sér ertandi efni. Rauði liturinn gerir karfann líka nær ósýnilegan í hafdjúpunum því að rauðar bylgjulengdir berast mjög stutt í sjó. Ekki er vitað hvort þorskurinn á sér einhverjar sérstakar varnir, en kafarar segja frá því að þegar þorsktorfa skynjar hættu virðist sem einn taki sig út úr hópnum til að athuga málið frekar en öll torfan. Þetta mætti rannsaka.